Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Við kveðjum í dag, við kveðjum í kærleika og þökk Kristján Helgason og ég ætla hér í upphafi athafnarinnar að flytja ykkur þær kveðjur sem bárust. Stjórn og félagar golfklúbbsins Jökul senda aðstandendum innilegustu samúðarkveðjur með þökkum fyrir frábært starf og dugnað eins stofnenda og heiðursfélaga klúbbsins. Björn Arnaldsson, hafnarstjóri, biður fyrir hinstu kveðju með innilegu þökkum fyrir kynni, samfélag og samstarf öll árin. Systkinin Hafrún og Hjörtur Pálsbörn senda fjölskyldu og vinum innilegustu samúðarkveðjur. Guðný Sigurðardóttir og fjölskylda senda einnig innilegustu samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina. Og fjölskyldan óskaði innilegustu þökkum til starfsfólks Jaðars fyrir veita þjónustu, umönnun og umhyggju fyrir foreldrum þeirra og sömuleiðis innilegustu þakkir til Hjördísar frænku fyrir að sinna pabba svona vel, fyrir það erum við ævinlega þakklátt. Erfidrykkjan verður í Klifi og við förum bara öll beint þangað eftir athöfn. Og við signum okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Já, almáttugir og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen og við svörum Amen.
Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Gjörðu svo vel. Je me rassis
Já, postulinn ritar, lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo að við getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem við höfum sjálfir af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum við og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Kæru vinir, ég býð ykkur að rísa á sætum og hlýðum á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séuð einnig þar sem ég Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið.
Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar heilagt orð, gjörðu svo fá okkur sæti. Náð sé með yður og friður frá honum sem og var og kemur. Diddi átti draum í æsku. Lítill snáði sem þekkti ekkert nema sjóinn, gerði að lífsmarkmiði hjá sér þrennt. Allt ævintýralegt. Að veiða sel í gegnum ís, að sigla yfir miðlínu og sjá suðurkrossinn. Við vitum að hann fiskaði mikið, en hvað varðar selinn, þá vitum við það eitt að hann festist í ís við Kanada. En Diddi fékk miðbaugsskírn og suðurkrossinn sá hann. Hann var stórhuga drengur og það segir svo margt Didda að hvika ekki frá áætlun sett sem barn. En Diddi kom mun víðar við en yfir miðlínu og suðurhvel jarðar.
Hann var 30 ár til sjós, skipstjóri, stýrimaður lengst af, vélstjóri, kokkur, háseti á alls 33 bátum yfir tíðina. Við togveiðar, netaveiðar, línuveiðar, síldarveiðar, fraktflutninga og svo hafnavörður í 30 ár. Hann var í samgórnum, stofnfélagi Leikfélags Ólafsvíkur, Landgræðslu- og skógræktarfélags Ólafsvíkur, Golfklúbbsins Jökuls og Læginsklúbbs Ólafsvíkur. Var í stjórn Verkalýðsfélagsins Jökuls, björgunarsveitarinnar Sæbjargar, sat í sjómannadagsráði Ólafsvíkur, hafnanefnd, almannavarnanefnd, atvinnumálanefnd, byggðasafnsnefnd, pakkhúsnefnd, byggðanefnd Klifs og Mettubúðar, kenndi fyrir pungaprófið og meðdómari við sjóréttarhöld. Diddi var mjög upptekinn maður. Þegar einu lauk þá tók annar við. Kristján Helgason fæddist 15. september 1934 á Akureyri, sonur hjónanna Helga Thorberg og Petrínu Kristínar. Blessuð sé minning þeirra. Systkini Didda voru Kristín, Jón og Jóhannes. Blessuð sé minning þeirra einnig. Þeir bræður voru jafnan nefndir við Bakkabræður, eftir heimili þeirra á Siglufirði, en þangað flutti fjölskyldan þegar Diddi var barnungur. Þeir voru víst ansi uppátækja samir bræðurnir, en eitthvað var Diddi baldnari og latari í skóla en jafnvel Siglfirðingar þoldu, þannig að hann var sendur í betrun til frændfólks til Ólafsvíkur. Og hér verð ég að viðurkenna að Bleik var nokkuð brugðið að ég hafði nú ekki heyrt neitt sem var sendur í betrun til Ólafsvíkur. En Ólsararnir brugðust ekki frekar en fyrir daginn og þeir skóluðu drenginn til og þetta var happafengur fyrir Ólafsvík eins og kom hér fram á undan í orðum mínum. Og eins fyrir hann Didda, því hér hitt hann nánast fyrst af öllum dalarósina sína, Björgu Láru, eiginkonu sína, blessuð sé minning hennar. Börn þeirra eru Helgi, Jóhannes, Lára og Olga og barnabörnin eru 13 talsins og barnabörnin 12 og það eru 2 á leiðinni. Þau systkinin og eftir þeim hef ég, pabbi var okkur hlýr, góður og mikill stuðningur og þáttakandi í lífi okkar sem og barnabarnanna. Já, Diddi og Björg voru samrýmd hjón og milli þeirra ríkti mikil og gagnkvæm virðing og kærleikur. Það var honum afar þungbært þegar Björg féll frá. Þau eiginlega búin að vera eitt síðan á barnsaldri. Já, alveg síðan að Diddi togaði fyrst í fléttuna á henni í barnaskólanum. En bæði voru þau mikið félagsmálafólk og flest félögin funduðu á einhverjum tímapunkti í stofunni hjá þeim, enda gestkvæmt hjá þeim alla tíð. Þau voru rólynd og glaðlynd og alltaf stutt í hláturinn. Diddi var náttúrulega mikið í burtu þegar hann starfaði á sjó, en fagnaðarfundirnir þegar hann sneri aftur voru sannir og skemmtilegastir þegar hann hafði siglt með aflann út. Þá komu föt á krakkana og Björgu og kassavís af ýmsu góðgæti, ó já. En það er ég viss en það var ekki síst til að vera nær dalarósinni sinni að Diddi kom í land á sínum tíma. Diddi Langi, hafnavörður í rúm 30 ár. Ekki var farið langt frá sjónum, nei. Og þetta var staða sem Didda leið greinilega vel í. Enda leiðtogi af eðlisfari og árvekni, útsjónasemi og elja Didda fékk að njóta sín. Það er alveg rétt að stundum þurfti að tala alveg grjótharða íslensku til að stjórna höfninni og ef það dugði ekki til, þá var töluð siglfiska.
Og Diddi var auðvitað Siglfirðingur alla tíð, en jafn mikill ef ekki meiri Ólsari. Hjartað sló á báðum stöðum vissulega. Hann var fjölhæfur maður með gott verkvit, duglegur og góðum gáfum búinn og þekkingabrunnur á fjölmörgu. Hann hafði mikið yndi af jazz, frjór og skapandi í félagsstörfum. Hann samdi leikþætti og gamanmál, hafði gaman af að segja góða sögu og hélt dagbók hugðarefni sín og atburði líðandi stundar. Það má geta þess að í ferðum hans á Hvalvíkinni, þegar hann fór yfir miðbaug, þá sendi hann reglulega pistla ferðalagið í bæjarblaðið Ólsarinn, okkar maður á Hvalvíkinni. Ég las aðeins af þessu, þetta var allt stórfurðulegt. Og mér skilst að pistlana hafi verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Í þetta var mikil staðfesta og fylgni. Hann var kostgæfinn og reglufastur, vandaði til alls og allt hafði sitt lag og sinn stað. Samanber úrklippubækurnar sem hann safnaði í og verkfærataflan heima þar sem útlínur voru teiknaðar á töfluna fyrir hamarinn, saugina og allt hitt. Diddi hafði lífsgleði sem birtist jafnt í húmor hans og hlátri sem og í ábyrgð, umhyggju og áhugasemi hans á fjölskyldu, frændgarði og þeim sem hann vann með og fyrir í gegnum tíðina sem og samfélagið í Ólafsvík. Ef við kveðjum í dag ástvinn föður, afa og samborgara. Við kveðjum með þakklæti og af virðingu og í kærleika felum við drottni vin okkar. Jesús segir, trúið á Guð og trúið á mig. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Í Guði og í drottni Jesú er náð og huggun. Það er líf í kærleika og líf í gleði. Við erum elskuð Guðs börn og eigum hjá eilífum drottni skjól og huggun, frið hans og blessun, já, ljós kærleikans. Með því að varðveita ljós kærleika Guðs í hjarta okkar, erum við að undirbúa okkur undir það að mæta honum sem kom forðum og kemur aftur til að vitja okkar á dauðastund og kemur svo á skýjum himinsins við endi tímana, eins og segir í Lúkasarguðspjalli. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og berið höfuðið hátt, því lausniðar er í nánd. Í seinni tíð, þegar Diddi var búinn að taka enn einn bryggjuróttinn, þá lagði hann bílnum og hringdi inn á Jaðar til að fá aðstoð inn. Og það eina sem hann sagði þegar svarað var, Diddi á plani, og þá kom starfsfólkið út að aðstoða. Já, drottinn, það er svo, Diddi á plani, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Guð blessi Kristján Helgason, Guð blessi ykkur öll, dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Stend nú stýri og vakir,
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar og til vegsemda lið þínu. Já, algóði Faðir, mér þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lítið náð til Kristjáns Helgasonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í líf og dauða. Varðveit oss í trúnni á þig, að vér megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama, að eilífu, amen, og við svörum, amen. Já, allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss, og við biðjum öll saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Kæru vinir, rísið á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Já, Drottinn minn gefi dánum ró en hinum líknir lifa. Amen, og við svörum Amen. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen, og við svörum Amen.